Nú ætlum við að kíkja aðeins á stjörnufræðina. Hvað er það sem við sjáum upp á stjörnuhimninum þegar við kíkjum upp á himininn á dimmri vetrarnóttu eða kvöldi? Jú, það er eitthvað í líkingu við þetta hér. Hér er reyndar búið að taka margar ljósmyndir og raða þeim saman í vídeó. Og við sjáum svo sem ekki svona margar stjörnur, en það sem við sjáum sem stjörnur á himninum er ýmislegt. Flestar eru þetta sólir eða fastastjörnur. Sumt af þessu eru reikistjörnur í okkar sólkerfi. Við sjáum flestar reikistjörnurnar allavega part úr ári, ekki allar. Við sjáum ekki reikistjörnur úr öðrum sólkerfum. Þetta geta verið gervitungl, þetta geta verið flugvélar, loftsteinar jafnvel, eitt og annað. Sólin okkar er ein af þessum fastastjörnum. Fastastjarna eða stjarna er stjarna sem að snýst ekki einhverja aðra stjörnu. Það þýðir ekki að sólin sé beint föst, hún ásamt öllu sólkerfinu er á hreyfingu, en hún er ekki á braut einhverja aðra stjörnu. Það sem er á himninum hefur verið raðað upp í stjörnumerki. Alls er þetta 88 stjörnumerki. Við sjáum alls ekki öll þeirra hér og sjáum við bara lítinn part af árinu og sjáum við bara hluta þeirra. Önnur sjást hérna allt árið. Þegar talar stjörnumerki þá sjá margir fyrir sér 12 merkin úr dýrahringnum eða 13 merki eins og þau eru í raun og veru. Það er eitt hérna á milli sem að þið sjáuð hérna stjörnuspeki dagsetningarnar. Stjörnuspeki er eitthvað sem á afskaplega lítið skylt við raunvísindi. Getur verið skemmtilegt samt að skoða til fróðleiks. En hér sjáum við raunverulegar dagsetningar stjörnumerkjana. Þau eru mjög mislöng. Og það er til dæmis þetta 13. stjörnumerki Naðurvaldi, að því er eiginlega dreift á hin. Þau eru alls svipa löng samkvæmt stjörnuspeki dagatalinu. Þannig að það er mismunandi hvort að þið eruð í raun og veru í því stjörnumerki sem að þið teljið ykkur vera. Og þið sjáum það hér. Hérna sjáum við svo sem dæmi stjörnumerkið Vatnsberann. Hvar það er á himninum og hvað menn sjá út úr þessu. Þó svo það sé mjög erfitt að sjá út úr þessu eða sama og menn sjáu hérna í fyrndinni þegar þessi merki voru búin til, þá verðum við samt sem að bera ákveðna virðingu fyrir þessum sögum og þessum myndum sem menn sáu. Stóribjörn til dæmis er merki sem við sjáum vel frá Íslandi. Sjáum það líka hér. Og ef við teiknum inn í þetta hérna, þá er þetta sennilega þekktasta stjörnumerki. Þetta er hluti af Stórabirni sem við sjáum hér. Þekktasta stjörnumerki sem við sjáum frá Íslandi, þetta er Karlsvagninn. Og ef við förum 5 sinnum hérna, beina línu hérna út, þá sjáum við Pólstjörnuna. Pólstjarnan er svo stjarna sem er alltaf í norðri. Sjáum þetta líka hérna. Pólstjarnan er svona það hér einhvers staðar. Og himinin, þið sáuð áðan í myndbandinu, himinin svona snerist. Hann snýst í kringum Pólstjörnuna. Eða hann virðist snúast í kringum Pólstjörnuna. Því hann snýst ekkert Pólstjörnuna. Hann snýst bara ás sem að bendir því sem næst á Pólstjörnuna. Það er bara tilviljun að það er stjarna þarna. Á suðurhveli jarðar er engin svona stjarna. Hér sjáum við annað þekkt stjörnumerki sem að sést oft frá Íslandi, ekkert alltaf. Þetta er Órion eða veiðimaðurinn eins og hann heitir á íslensku. Og hér eru 3 stjörnur í röð með akkurat réttu bil á milli. Þetta er kallað belti Órions eða Orions belt upp á ensku. En þetta hefur líka nafn á íslensku. Þetta er stundum kallað fjósakonuna 3 og er í raun og veru það sem maður þekkir Órion á. Stjörnu
stjörnuskoðunarstöðvar er yfirleitt staðsettur upp á háum fjöllum. Og af hverju skyldi það vera? Jú, það er til þess að komast í gegnum skýin. Þetta þurfa að vísu að vera fjöll þar sem er hæfilega heiðskýrt, ekki mikið um ský, og það má ekki vera mikið um óveður þarna uppi, þannig að sum fjöll eru vinsælli í þetta en önnur. Þessi hérna skoðunarstöð og upplýsingar sem ég sjáu hér eru stjörnuskoðunarstöð í Chile, sem er sennilega svo þekktasta í heiminum, en þær eru fleiri. Þessi hér er á Tenerife sem tilheyrir Kanaríeyjum, er upp á fjalli sem heitir El Teide og þessi skoðunarstöð er í 3000 metra hæð. Hún er sem sagt hærra heldur en Hvannadalshnjúkur. En til þess að losna algjörlega við að þurfa að horfa í gegnum ský, þá er eini möguleikinn að það er að fara út fyrir veðrakvolfið og bara út í geim. En það eru stærstu stjörnusjónaukarnir sem til eru út í geim, því að þá er ekkert fyrir. Og þetta eru svona tveir þessir þekktustu. Hubble sjónaukinn er nú að verða ónýtur, en það eru komnir fleiri og það eru plön að senda ennþá fleiri stjörnusjónauka á brautum jörðu. Á miðöldum trúðu menn því í fúlustu alvöru að jörðin væri miðja alheimsins og kölluðu það jarðmiðjukenninguna. Það var hins vegar uppi menn sem voru ekki alveg til í að trúa þessu. Einn þeirra hét Kópernikus. Hann setti fram kenningu að sólin væri miðjunni, en hann þorði ekki alveg í kirkjuna, þannig að hann hélt þessu ekki fram sem raunveruleika, heldur sem svona stærðfræði mótil. Það verið auðveldara að reikna brautir reikistjarnanna svona. Galileo Galilei hafði smíðað svona fyrsta notafa stjörnusjónaukan og gat séð til dæmis tungl í kringum Júpíter og áttaði sig á því að þetta gat ekkert verið þannig að stjörnurnar væru bara puntar á einhverjum glerhimni yfir jörðinni. Og hann hélt þessu fram fullum fetum að jörðin væri ekki í miðjunni heldur sólin, og hann var dreginn fyrir rétt, fyrir spænska rannsóknarréttin, og var látinn kyngja þessu, eða sem sagt draga þetta tilbaka, og var í raun og veru í stofufangelsi meirihlutann af ævinni eftir það. Það eru fræg ummælin hans á leiðin út þegar hann á að hafa tautað og hún snýst nú samt. Sú kenning sem við aðhyllumst og í raun og veru allt frá tímum Galileis er að sólin sé í miðjunni, og ekki, ég sjá að það er smá munur hérna, samkvæmt jarðmiðjukenningunni var jörðin í miðju alheimsins. Við höldum því ekki fram að sólin sé í miðju alheimsins, alls ekki, heldur er það sólin sem er í miðju sólkerfisins. Það er svolítið munur á því. En þá er þessu lokið.